Kalli, við erum byrjaðir. Já, Þetta var mikið hræðilegur atburður, en sem betur fer hefur lögreglan gefið fram skýrslu það að Mývatnssveit pervertinn mun vera fundinn innan skamms. Leit hafin. En næst verður hólkir með veðrið. Það sem hefur verið gott veður undanfarið og mun ábyggilega vera ennþá. Og eftir það verður Einar Víglundur með spennandi íþróttir. Góðan daginn, nú ætlum við að flytja veðurfréttir á Stöð 1. Ef við lítum til Íslands, þá sjáum við að það verður heitt og gott veður og það verður eiginlega bara of heitt sko. En síðan getum við litið líka til Ástralíu þakka. Ef við lítum til Ástralíu þá sjáum við að það verður bara heitt líka og það verður smá svona úrkoma þar með. Svo allt og heitt hérna. Svo verður bara gott veður og vont veður og gott veður og svona fínt veður. Takk fyrir mig. Gott kvöld og verið velkomin í Íþróttafréttir. Í þessari viku gerist mikið í íþróttaheiminum. Við munum líta á vafasöm úrslit í 400 metra hlaupi og einnig beina útsendingu í boxi og spennandi íþróttakeppni á milli Ívars og Þráins. Hingað kominn hann Víkingur Freyr, spekingur, blessaður, og við munum líta á svindl sem átti sér stað í 400 metra hlaupi. Já, þetta mjög vafasamt. Sumir vilja meina að þetta sé svindl en það ekki allir tilbúnir til að viðurkenna það. Við skulum líta á þetta betur. Þarna sjáum við það að fara af stað og við ætlum að hraðspóla aðeins í gegnum þetta. Sko, margir vilja meina að það hafi verið Sveinn sem svindlar en ég sá það ekki almennilega. Hvað fannst þér það Einar? Sko, persónulega séð, þá finnst mér að þeir hafa allir komið fram við hvora aðra bara eins og heiðarlegir menn en halda margir fram að Sveinn Orri hafi verið að svindla með þess að stytta sér leið. Já. Fyrir nú að koma að kaflana þess að þeir segja þarna sko. Þarna vilja margir meina að hann hafi stytt sér leið. Það er alveg ógerlegt að sjá þetta. Við sjáum þetta þess hægt. Já, hann er náttúrulega farin að þreytast þarna mjög mikið og það er mjög erfitt að sjá að hann sé að stytta sér leið en Þarna sjáum við að hinni keppirnir eru komni mjög langt á undan, er það ekki hennar? Jú, alveg nokkrum 20 metrum, jú, en við sjáum að Sveinn er orðinn mjög þreyttur þarna, en þarna halda margir fram að hann sé að svindla, en mér finnst það ekki. En sjáum, ef við spólum kannski aðeins áfram, þá sjáum við að Sveinn Orri svarar í símann. Ég var að spá, er það löglegt? Já, það held ég alveg að vera löglegt. Eða það er allavega ekkert í reglubókum sem banna það. Og sjáum við hann þannig að taka sprettinn í mark og sigra þetta kapplaup. Þetta er glæsilegur árangur hjá honum Sveini. Ertu ekki sammála með Einar? Jú, Sveinn átti þetta virkilega skilið. Já. Takk fyrir. Já, förum aftur upp í sett. Hér er ég staddur með Íslandsmeta í 400 metra hlaupi, Sveini Orra Einarsinni. Sveinn, hvernig líður? Sveinn? Já. Glöggir áhorfendur tóku kannski eftir því að þú svaraðir í símann á miðri leið. Hver var að hringja? Sæt stelpa. Jó. Já. Og hvaða stelpa er það? Mamma. Mamma þín? Já, mamma. Herru, til hamingju Sveinn. Cornflakes! Sigaretta, baby,
Við segjum þetta gott frá Stórhöfða. Verið bless. Já, það má deila um þetta atvik. Já, svo sannarlega. En ekki meira um það, við skulum vinda okkur yfir í boxkeppni á milli Castro og Rasmus. Já, þetta er víst talin viðureign aldarinnar, en þetta eru báðir. Þeir eru í fyrstu 2 sætunum á heimslistanum nú myndir og þetta verður rosaleg barátta. Mikil kappar, jú, en við skulum vinda okkur í boxkeppnina. Góðan daginn, við erum mætt hér á heimsmeistaramóti í boxi á milli Rasmusar og hvað heitir henni, víkingur? Það er Castro, hann er undrabarn í þessari íþrótt. Ég trúi því. Ég ætla að kynna mig, ég heiti Einar Víglundur og verð hérna að lýsa leiknum fyrir ykkur í dag. Þeir heilsast þarna og vonum að veri bræðraleg keppni. Það er verið að kanna boxinn hvort það sé ekki lögleg. Já. Hvort það sé búið að setja ykkur smygglefni þarna í. Já, það var svolítið mikið um það. Það er nú sem betur fyrir eitthvað að minnka. Jú, það var nú meiri í gamla daga það. Já, þú kannast nú við þetta, er það ekki? Jú, ég var nú einu sinni í þessu því ég var ungur. En ég datt úr axlarlið við að detti í gólfið.